Amen. Komum og tilbiðjum hann í dag. Halleluja. Veturinn að ganga í garð, haustið er komið og við ætlum að þjóna Guði þetta árið og að næsta og svo framvegis. En í dag er verðsdagsins en hinn réttláti mun lifa fyrir trú sína. Af hverju er það? Trúin á Guð er það sem að gerur okkur réttlátt. Halleluja. Við þjónum lifandi Guði og þetta er Habakúk 2:4. Við þjónum lifandi Guði og hann lifir í okkur. Hann er með okkur alla daga, allt til enda veraldar eins og hann lofar í orði sínu. Halleluja. En við ætlum að lofsíkja hann í dag. Má ég heyra amen? Og við ætlum að syngja saman. Trúr og sannur alla tíð, mikið er verð þín. Mikið að þú best með mér því þitt loforð er já og amen. Mikið er verð þín, mikið er verð þín. Og hetja frá himni,
Jesús, við lofum þig og þökkum fyrir það sem er. Drottinn, ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri að lofa þitt nafn hér í dag. Tækifæri að lyfta þér upp og þakka þér fyrir það sem þú hefur gjört. Halleluja. Helgist þitt nafn, Drottinn. Amen. Eru þið til í þetta? Amen. Guð er góður. Halleluja. Helgist þitt nafn, Jesús. Broken heart make new. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We lay down all of our crown. The King is in the room. Run free, you can't run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the walls. His grace will power. We sing the name above it all. Your name above it all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Shame has to break, dry bones to wake. Prepare the way. Shame has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Shame has to break, dry bones to wake. Prepare the way. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We lay down all of our crowns. The King is in the room. Prepare the way, it's in the room. Prepare the way, prepare the way, it's in the room. Takk, Jesús. Halleluja. Helgist þitt nafn. Við lofum þig, Drottinn Jesús. Jesús. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you
Guð sem við eigum, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn. Heilaga drottinn, halleluja. Thousand generation falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who gone before us and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, nations rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song of ages to the Lamb. If you walk to freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Oh, sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all nations cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. The people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high.
Það gott að vera í Smárakirkju. Og þú sem ert jafnvel að koma í fyrsta sinn, ég bara býð þig velkomin og minnið á að við eigum samfélag hérna á eftir með mat og eigum góða samræður. Vessið sem að sat í mér morgun, ég ekki sjálfur fjármíns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þetta Mattheus 20:15. Ég ekki fjármíns ráðandi sjálfur, eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Ég hugsaði mig sjálfum mér, þetta svolítið gott fyrir holdið mitt. Svona rís holdið upp þegar tala peninga. Þá get ég sagt, hvað despa þig? Það fer í fílu ef ég ætla að vera góðgjarn. Nei, þetta svar sem sagt húsbóndans í dæmisögu Jesú verkamennin á víngarðinum. Sumir koma morgni, aðrir miðjan dag en aðrir rétt fyrir sólsetur. En allir fengu sama kaup. Fyrstu verkamenn eru gramir og töldu þetta ósanngjarnt. En húsbóndi myndaði á, ég góður. Ég vald til að umbuna eins og mér sýnist. Jesús að kenna okkur hérna Guðsríkið að það byggist ekki á mannlegum reiknislistum. Þetta ekki Excel. Þeir sem ganga inn í víngarðinn, hvort sem snemma eða seint, fá allir sömu laun, eilíft líf. En hann kennir líka að enginn má hanga iðjuljós á torginu. Textin segir það að þeir sem komu miðjan dag, hann feti þá að þeir voru iðjulausir. Þegar kallið kemur þá að ganga hugrekkin á akurinn. Og ef þú vilt vita 13 hluti sem ekki á himnum, þá getur þú lesið Opinberabókina 21:8 og fyrst á listanum hugdeigð. Hugdeigð. Guð gaf okkur ekki anda hugleysis. Þetta kærleiks máttar og stillingar. Síðan segir akkurat leiðin til þess að gera þetta, að því að hugleysið, það þegar menn kjósa þögn í staðinn fyrir trúfesti. Það að kjósa, taka ekki þátt í það sem kirkjan að gera. Að sita bara á veskinu sínu eða sita og alltaf í þögn þegar þú gætir talað. Og Rómverjabréfið 12:20, það sýnir okkur leiðina, að það segir, ef óvinur þinn svangur, gefðu honum að eta. Ef hann þyrstur, gefðu honum að drekka. Með því safna þú honum glóðum á höfuð hans. Við sigrum ekki heiminn með sömu vopnum og hann notar. Við sigrum ekki með hatrinni hefnd. Við sigrum með kærleika, við sýnum miskunn þar sem aðrir sýna grimmd. Og þannig opinberum við sannleikann og krossin. Í samtímanum þá sjáum við þetta mjög skýrt. Charlie Kirk, hann gekk hughraustur út á akurinn. Hann var ekki kannski fullkominn, en hann þorði að tala. Hann þorði að ganga inn í akurinn. Hann sagði, ef við hættum að tala saman, þá verður hinn aðilinn ekki lengur manneskja heldur óvinur og þá tekur ofbeldið við. Hann var ekki aðeins drepinn fyrir orð sín heldur vegna trúar sinnar á Jesú Krist og vegna þess að hann náði til ungu kynslóðarinnar. Það var óþolandi fyrir menningu sem segir að Guð gerði mistök. En við vitum sannleikann. Guð gerði engin mistök, hann góður, hann almáttugur. Og Jesús segir okkur í Mattheus 25 að allt sem þú gerir einu minna minnstu bræðra, það hafði mér gjört. Þess virði að sá inn í Guðsríkið og ná til þessara kynslóðar. Ætlum að vera hugdjörf og ganga út. Við tökum upp veskið, við gerum hvað sem það tekur. Og þetta það sem ég hugsaði, þetta spámanlegt? Ég sagði Rómverjabréfið 12:20. Charlie Kirk dó klukkan 12:20. Hugsaði það bara. Kannski var hann að segja okkur akkurat þetta vers, hvernig við að fara að þessu. Ekki fara í skítkast, ekki
safna glóðum á höfuð óvinins. Við byggjum herkistu. Við verðum öflug í því að boða fagnaðarindið og þegar við gefum í dag þá gerum við ekki af vana heldur af trú. Við segjum með verkum okkar, við erum verkamenn í víngarðurum, við viljum sigra hið illa með góðu, við viljum vera brúður sem býður brúðguma síns með lampan logandi. Maranatha. Faðir, við þökkum fyrir að þú ert trúfastu Guð og þú ert að kenna okkur að ganga inn og starfa á þínu víngarði. Drottinn, við tökum af því sem að þú hefur blessað okkur með og við viljum sá inn í Guðsríkið. Og Drottinn, á sama tíma og biðum að blessa fjölskyldu Charlie Kirk og við biðum að rödd hans mætti hljóma skýrt og greinilega út alla heimsbyggðina. Og Drottinn, blást okkur hugdirfsku í hjarta. Drottinn, að við tökum málinu alvarlega, að við náum til þessara kynslóðar á Íslandi. Í Jesú nafni. Amen. Rísa á fætur og við ætlum að gefa Guði smá meira tíma í lofgjörð. Sá sem í Kristi ný sköpun. Hið gamla horfið sem nýtt orðið til. Við erum að fara í lag sem heitir Made for More. Þegar við tökum á móti Guð inn í hjarta okkar, þá fáum við nýtt líf inn í okkur. Þegar við trúum hann að við dáið og reisið frá dauðum, þá erum við hólpin. Halleluja. Ég skora á þig, þú sem hefur ekki gert þetta, þá er tækifæri í dag. Sá sem í Kristi ný sköpun. Hið gamla horfið, sjá nýtt orðið til. I was
life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shade when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I was meant to be taken in the grave. I was called by name, born and raised up to life again. I was meant for more. So why would I make a bed in my shade when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Pour out my days, I sing out your praise. Burying my past, I'm not going back. Pour out my days, I sing out your praise. You bury my past, and I'm not going back. I wasn't made to be tended a grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shade when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. And I was made for more. Tack Jesus. Tack Jesus, halleluja. Syngjum heitla í viðbót. Ein í myrkri við býr, ekkert ljós, engin von. Og þá kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins sorg. Sem frá dýrarinnar hást, lagður var í jötna stór. Af sér föður syninum, höndum anda þrínum. Guði dýrar
Sé þér Jesús og allur líðurinn sagði, þetta var mögnuð lofgjörð. Hvernig væri aðeins að standa á fætur? Við höfum gott að því, standa og sitja, þetta er gott fyrir blóðrásina. Mér langar bara að lýsa því yfir að hér er friður. Hér er kærleikur Guðs og hér er nærveru Guðs. Og þegar við finnum svona nærveru þá getur allt gerst. Og ég vil bara tala kraftaverk hér í dag. Ég ætla að tala kraftaverk í hug ykkar, í hjart ykkar og allt sem að reynir að hindra það að þið upplifi gleði og frið í Drottni, ég bara kem í gegn því í Jesú nafni. Ég bið ykkur að lyfta höndum okkar bara örlítið. Drottinn, ég bara tala frið þinn. Ég tala Drottinn minn Jesús, vilja þinni við líf okkar. Ég tala gleði þína sem er styrkur okkar, Drottinn. Ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Ég þakka þér fyrir blóði sem að rann á Golgata krossi. Ég þakka þér fyrir lífið sem þú gafst, Jesús. Ég þakka þér fyrir, ég stend ekki hér í mínum eigin krafti. Ég stend í þínum krafti, Drottinn minn, Jesús. Því að þú hefur endurleyst mig, Drottinn. Og þú hefur sett fætur mínir á klettin sem aldrei bifast. Og Drottinn, ég bið að allir hér, bæði hér inn og þeir sem eru fyrir utan, Drottinn, læra að þekka þig. Því að það er ekki til meira lán í lífinu en að þekka þig, Drottinn. Og ég bara bið í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Amen, halleluja. Dísi þér Jesús. Gunnar minn, hann hefur nú örugglega eitthvað að segja ykkur hér í dag. Ég ætla bara að biðja þig að skamma ekki of mikið, Gunnar. Já, veitum við það? Já, ég ætla nú bara að segja þennan smá náðarboðskap. Já, ég er stiltur. Efesus 1:3. Lofaði sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með allir andlegri blessun himinsins. Nefnilega þannig, ég var að tala þetta með pappa fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þá kom ég inn á þetta, ég heyri óbúslega marga predikara segja þetta. Guð, hann er að fara að blessa þig. Hann er að fara að blessa þig. Bara bíddu í smástund, hann er að fara að blessa þig. En hérna segir Páll, hann hefur blessað okkur með allir andlegri blessun himinsins. Hvað hefur Guð þá ekki blessað okkur? Hugsa þetta frekar þannig. Guð, hann er búin að gera kraftaverk í lífinu, en samt eru margir predikarar, já Guð, hann er að fara að blessa þig. En hvar ertu núna? Í hvaða stað ertu núna? Hann hefur blessað með allir andlegri blessun himinsins, þannig að það er ekkert sem hann hefur ekki blessað með sem er andlegt. Vil ég heyra hvað blessun þetta er? Eða eigum við að geyma það? Nei? Það er nú bara 19. vers. Minni, þetta er bref. Þetta er Efesus bref, þetta er ekki kaflar og vers. Þannig að þetta er bara að lesa samhengi. Hve kröftulega hann verkar í okkur sem við trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröfti máttur sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast sér til hægri handar á himnum. Kraftur sem Guð lét Jesú Krist koma með fram býr innan með þér. Og þetta er ekki flókið. Þú átt þetta núna. Þetta er ekki eitthvað sem gerist bara í eilíðinni. Þú átt þetta núna. Réttingi kenna okkur það. Þess vegna segi ég við ykkur, ekki hugsa endur alltaf svona, já Guð, hann er að fara að blessa mig. Hugsaði frekar, hvað er ég núna? Hvað á ég núna? Hvað þekkið þið tók skrefi í trú og gaf límið Guði? Ég á eitthvað hér á jörðu. Þess vegna, ekki láta einhverja menn segja þér eitthvað, þú ert að fara að fá blessun. Hugsaði frekar, hvað á ég núna? Ég er búin að upplega kraftaverk í lífinu að fylgja Jesú Kristi. Hvað á ég núna? Stíguðu fram í því og gáttu í þeirri blessun. En ekki, já, hann er alltaf að blessa mig, hann er alltaf að blessa mig. Þá verður alltaf hugunum þar. Ég þarf að taka fram, sem er líka ótrúlega magna. Við sem tökum eftir blessunum frá Guði, svona einu náttúrulega, eftir að þeir eru búin að gerast. Já, þarna, síðasta sumar, þá blessaði mig. Punktur, eitthvað. Og þannig er þetta alltaf þannig í lífinu. Við erum oft stundum bara á hlaupum einhvern veginn í lífinu. En stöndlum aðeins við og spyrjum okkur, hvað hefur hann blessað mig? Þó hann hefði bara blessað mig að dáið fyrir syndi minn og risið frá dauðum og gefið mér eilíft líf. Ég hef alveg tekið því, með glöðu geði.
En það svo margt annað sem segir okkur hvað Guð góður og bara góður. Ég horfinn á náð. Ég væri alveg til í það bara. En ég á upprisu kraft Jesú í mér. Ég baði ekkert ég þurfti ekki eins og að spyrja hann bara gaf mér þetta. Ég tók bara skrefið í trú og fékk þetta. Þannig að hugsa maður út í þetta. Faðir minn, Jesús, þegar þú kenndir okkur að biðja og sagðir þú kallið mig föður. Faðir, ég þakkar að við fáum að koma saman og lyfta þér upp. Það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Ég þakka þér, Jesús, að upprisu krafturinn sem að reisti þig, Jesús, upp frá dauðum býr innan með okkur og við munum einnig uppreisa með þér í dýrðinni, Jesús. Þú segir í orðið þínu, þú ert upprisan á lífið, sá sem trúir að þið mun lifa þó hann degi, Jesús. Ég bið bara Drottinn minn að við göngum í þeirri blessun sem að þú hefur blessað okkur, Jesús, í þér. Og ég bið bara allir okkar göngu að gefa þér dýrðina í Jesú nafni. Amen. Yndislegur. Ég veit ekki hvar hann fær þetta. Við vorum að tala þetta, þetta er bara arfur til hans. Við erum öll bara meir og minna predikar í okkar fjölskyldu og það er bara blessun í því. Ég verð nú bara að segja það að síðasta vika er bara búin að vera töff fyrir mig. Ég verð bara að viðurkenna það að ég var bara miður mín þegar Charlie Kirk dó út af því ég hlustað á hann nánast á hverju mig. Það sem ég hef tekið eftir, vinir, og það sem er mér morgunljóst, er að fólk á erfitt með að þola hina heilnæmu kenningu. Fólk á erfitt með að þola sannleikann. Og ég er nú ekki ein af þeim sem til allt sem að Charlie Kirk stóð fyrir eða kendi hafi verið fullkomið. Charlie Kirk var bara maður eins og ég og þú. En hann kom fram með fólk af virðingu. Hann leyfði fólki með andstæð sjónarmið að tjá sig. Og hann sagði, ef að fólk hættir að tala saman, þá býr það eitt og sér til mögulegs ofbeldis. Við þurfum að geta tala saman. Við þurfum að geta rætt ýmsar skoðanir. Og það eiga allir rétt á sinni skoðun. Og ég er alveg sannfærð það eftir því sem að dagurinn það fennir aðeins yfir þetta áfall sem ég var fyrir. Ég hlusta á Charlie Kirk á hverjum einasta degi. Ég var ekki sammála honum með allt. En ég var sammála honum með Jesú Krist. Ég var sammála honum með meiri hlutin af því sem hann boðaði. Einfaldlega út af því að það var heilnæm kenning. Og ég stend fyrir heilnæmri kenningu. Og ég stend líka fyrir tjáningarfrelsi. Það er það sem að Guði hefur gefið okkur. Það er bara gjöf frá Guði. Og vinir, ef það er ekki tjáningarfrelsi, þá er rosalega erfitt að komast að einhverju góðri niðurstöðu út af stundum þarf átök til að komast á réttu niðurstöðuna. Þannig ég trúi því að með hans hvarfi, þá er Guð að reisa upp fólk. Það sem ég upplifi að einn maður dó og það muni 1.000.000 rísa upp. Ég fann fyrir því bara í gær og í dag, ég ætla að hætta að hafa hljótt. Ég ætla að standa fyrir því sem ég trú á. Og ég ætla að hætta að láta setja mig í eitthvað box. Því að meiri sá sem í mér er, heldur en sá sem er í heiminum. Og muniði bara eitt, vinir. Muniði bara eitt. Þegar sannleikurinn kom fram á sínum tíma fyrir 2000 árum, þá var hann hættur og hann var smáður og hann var drepinn fyrir þig og mig. Og ef við höfum ekki manndóm í okkur til að standa upp fyrir honum, þá er eitthvað að. Það er það sem ég vildi sagt hafa. Og vinir, það mun enginn þagga niður í mér. Ég ætla að standa með sannleikanum því hann stóð með mér og hann hefur gefið mér eilíft líf. Má ég heyra amen? Mér langar til þess að við byggjum bara örlítið, bara beygjum höfuð okkar. Drottinn gefðu mér orð að mæla. Þakkaði fyrir anda þinn sem er hér í dag. Ég þakkaði fyrir lífið sem er í orði þínu. Ég þakkaði fyrir kraftin í orði þínu.
Drottin, ég þakka þér fyrir það, Drottin, að þú stundum skerð hluti burt úr líf okkar sem ekki á heima. En það alltaf til þess að græða okkur og gera okkur heil. Það aldrei til þess að meiða okkur. Það aldrei til þess að eyðileggja líf okkar, það til þess að byggja okkur upp. Og Drottin, ég bið í dag að viljið þinn nái fram að ganga með okkur öll. Að við mættum öll taka afstöðu með sannleikanum. Við mættum rísa upp og við mættum vera boðbera kærleika og umburlindis. Halleluja, elska allt fólk, án skilir það. En benda þeim jafnframt á ljósið og lífið sem að býr í Kristi. Að við beygjum okkur, Drottin, ekki fyrir því sem að vill ekki leyfa, vilja þínum að ná fram að ganga. Og við byggjum í Jesú nafn og allir líðurinn sagði. Halleluja. Fyrir ég manna ekki, viku 10 dögum síðan, þá voru feðgarnir á mínu heimili að horfa á Ísland-Frakkland. Spennandi leikur. Og við byrjum á því að skora bara í fyrri hálfleik og þetta leit vel út. Svo kom jöfnunarmark einhvern tímann í byrjun seinni hálfleiks og það var Mbappé, heitir hann það? Gunnar? Mbappé, akkurat. Svo leið smá tími og það kemur annað mark og við erum 2-1 undir. Og rétt undir lok síðari hálfleiks þá kemur aftur Andri Lukas og skorar mark og það trylltist allt á mínu heimili. Það gjörsamlega trylltist allt. Það tryllist allt þegar Ísland skorar eða þegar Liverpool skorar á mínu heimili. Þeir bara get ekki á sig setið. Og ég hleyp inn í herbergið og þeir voru bara að missa sig af gleði feðgarnir og bara ótrúlega þakklátir og glaðir. Við vorum með 2-2 á móti Frakklandi og það var allt að gerast. Nema hvað, 2 mínútum seinna, að þá ákvað dómarinn að skoða myndefnið og hann ákveður að taka út þetta glæsilega mark, eða glæsilega, þetta var bara mark. Hann ákvað að taka út markið því hann sá að eitthvað hafi verið ekki eins og það á að vera. Og hann var ekki vinsæll hjá íslensku þjóðinni, þessi dómari. Það var reiði á mínu heimili. Fólk var ósátt. Því að það eru, vinir, á svona velli, þá yfirleitt 3 lið. Við höldum að séu bara 2 lið. Það Ísland og eitthvað annað lið, eða Liverpool og eitthvað annað lið hjá minni fjölskyldu. Og það líka dómarar. Dómarar eru inn á vellinum til að sjá til þess að leikurinn fari fram með eðlilegum hætti. Ef það ekki dómarar, þá geta komið upp álitamál og allt fer í kaos. Og það hefur meira að gerst á vellinum að allt hefur farið í kaos og hlutirnir ekki virkað. Dómararnir ekki á vegum liðana. Það myndi aldrei ganga upp. Dómarar eru frá hinu efra. Þeir fá leyfi frá hinu efra. Þeir fá leyfi frá FIFA og það eru allir dómarar sem að fara í dómaraþjálfun. Þeir læra hverjar reglurnar eru og þeir eru þarna til þess að sjá til þess að leikurinn fari fram eins og hann á að fara fram. Og stundum við þakklátt og glöð og stundum ekki. Þannig bara einfaldlega leikurinn. Og þarna fyrir cirka 10 dögum síðan, þá vorum við ekki sátt, en svona það. Og vinir, það nákvæmlega það sama kristindóminn. Við erum ekki af þessum heimi. Við erum í þessum heimi en ekki af þessum heimi. Þegar við lærum að þekkja Drottinn Jesú Krist, þá störfum við ekki fyrir liðin í sjálfu sér. Við höfum annan embættismann og hann að himni. Og þær reglur sem að hann setja okkur til þess að við göngum beinar brautir í þessu lífi og okkur vegni vel. Það eru ekki til þess að meiða okkur eða skaða okkur. Það til þess að færa ró inn í kaotískt ástand sem að við sjáum núna. Og vinir, ef þú hefur ekki tekið eftir því, þá bara eitthvað að þessari veröld. Ég hef sjaldan séð eins mikið hatur
Eins og eftir að Charlie Kirk var drepinn, þar sem að fólk hreinlega að gleðjast yfir morðin á honum. Hvert eru við komin? Þegar fólk má ekki standa upp fyrir skoðanir sínar. Og vinir, við berum ábyrgð. Ef að dómararnir fara inn á völlin og þeir eru meðvirka hvert Liverpool eða Arsenal, þá þeim kippt tilbaka. Þeir mega ekki vera meðvirki gagnvart ástandinu sem hérna úti. Við að standa með sannleikanum. Við að standa með þeim reglum. Við að standa með þeim boðskap sem að Drottinn Jesú Kristur fól okkur. Og mér finnst of margir sem að fara fram á ritvöllin og að reyna í krafti umbrölendis og jafnvel kærleika. Kærleikurinn sá að hann kom með sjálfan sig og hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og enginn kemst til föðursins nema fyrir hann. Og vinir, þegar sannleikurinn kemur, þá hann stundum offensiv. Fólk móðgast stundum yfir kærleikanum, en kærleikurinn alltaf gefinn til þess að gefa þér líf í gnægð. Hann stundum réttir við kúrsin okkar. Hann stundum lagar, þið vitið, veginn okkar. Hann stundum segir við mig, þú þarft að hætta að gera þetta og fara að gera þetta. Og vinir, þegar ég undir hans valdi, þegar ég undir hans höfðingjadómi, þá koma reglur mínar frá himninum. Þá kemur mín lífsskoðun frá himninum. Hún kemur frá þeim sem að skapaði mig. Og þegar ég feta í hans fótspor, þá gerast hlutir sem eru magnaðir. Það það sem að Drottinn vill gefa. Hann vill færa úr kaosi yfir í ró. Hann vill taka allt það sem er aflaga í þínu lífi og hann vill gefa þér frið. Hann vill gefa þér líf. Hann vill gefa þér blessun. Og hann vill líka opna augu þín gagnvart alls konar hlutum. Og það sem svo frábært með frelsarann okkar, hann gerir það smátt og smátt. Hann kemur aldrei og segir, herðu, hérna bara allt sem að þér. Deal with it. Þá myndi ég nú bara pakka saman og fara heim, skal ég segja ykkur. En hann blíðlega laðandi. Hann elskar þig. Og hann þráir að draga þig inn í nærveru sína. Hann þráir að eiga samfélag við þig. Og það í gegnum þetta samfélag, þegar við lesum orðans, þegar við biðjum, þegar við lyftum upp nafn hans, að við allt í einu áttum okkur á því að hann meira en nóg. Ok. Það einhverjir sem búin að leggja hjá sambýlinu sem má ekki, það RÖB20 og PF743. Ef að viðkomandi myndi tjekka á þessu, það RÖB20 og PF743. Hvar var ég? Akkurat. Halleluja. Hvernig væri það bara að rísa eins og fætur? Það bara gott að biðja. Halleluja. Týrsi þér, Jesús. Halleluja. Drottinn, ég biðjum að blessa orð mín hér í dag. Gefðu mér orð að mæla. Gefðu mér, Drottinn minn, Jesús, að við fara á eftir orðum þínum, Drottinn. Viltu fylla okkur anda þínum og orði þínu, Drottinn. Viltu gefa okkur gleði sem af þér, Drottinn minn, Jesús. Og Drottinn, ég bið í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Halleluja. Þannig að við erum ekki af þessum heimi, við erum í þessum heimi. Og það sem við erum kölluð til, vinir, að vera erindrekar. Og hvað þýðir að vera erindrekar? Jú, eins og með dómarana. Þeir eru ekki þarna til þess að segja sitt persónulega álit á hlutunum. Ég bara segi ykkur það, mitt persónulega álit bara skiptir úr rosalega litlu máli. Því ég tek á mig nafn hans, þá breytist allt í mínu lífi. Hvernig ég sé hlutina, hvað ég stend fyrir, hvað ég geri ekki, það breytist allt. Og það sem að Guð vill gera, og hann gerir það blíðlega landi, hann vill koma inn í hug okkar og hjarta og hann vill hjálpa okkur að ganga beinar brautir. Hann þráir á okkur vegni vel í lífinu.
Þannig að þegar hann leggur eitthvað til, þá er það aldrei til þess að meiða okkur, það er bara til þess að blessa okkur. Og þegar hann sniðlar líf okkar, þegar hann klippir eitthvað út úr líf okkar eða eitthvað slíkt, þá er það bara til þess að við berum meiri ávöxt. Mér langar til þess að fara í ritningu hér í Mattheusi 28:16 og þetta er ritning sem allir þurfa að vera með á hreinu og þetta heitir kannski svona á milli okkar kristniboðsskipunin. Þetta er í rauninni það sem að Jesús segir okkur að gera þegar hann er við það að fara úr þessum heimi og við skulum lesa hérna saman í versi 16. En lærisveinarnir 11, þarna er allir fyrir utan Júdas, hann var dáinn þarna, til fjallsins sem Jesú hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu. En sumir voru í vafa og vinir, það er bara allt í lagi. Stundum erum við í vafa og stundum tekur þetta bara smá tíma og það er allt í lagi. Við nálgum samt Drottinn. Og í versi 18, og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Og ég ætla að segja þetta aftur. Allt vald er mér gefið bæði á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veralda. Amen. Og á þessum fundi, það kemur fram í 1. Korinthubrefi, þá vorum 500 manns. Þetta er eftir Jesú dó. Þetta er eftir það. Og þarna er Jesús í rauninni að segja við þau, farið út og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Og þá spyr maður sig, hvað meinar hann að gera allar þjóðir að lærisveinum? Jú, þegar Jesú gekk á meðal okkar, þá valdi hann sér einhverja 12 lærisveina, við þekkjum það. Þetta voru menn sem að fylgdu honum í öllu, sátu við fætur hans og námu af orðunum sem hann sagði. Með sama hætti, þá getum við ekki orðið lærisveinar og við getum ekki alið upp lærisveina nema við leyfum fólki að ganga með okkur. Það er lykilatriði. Lærisveinn er sá sem að kýs að láta Guð vera höfuð sitt. Lærisveinn er sá sem að setur við fætur meistarans. Lærisveinar geta verið konur og menn, það skiptir engu máli. Í Guði er hvorki kall né kona. Það eru allir réttháir. Lærisveinar eru þeir sem að taka ákvörðun að leyfa Jesú Kristi að vera leiðtoga lífs þeirra. Það er því ekki nóg, vinir, að játa Jesú einu sinni. Það er ekki nóg að stundum hugsa til Drottins. Lærisveinn er sá sem að kýs að sitja við fætur meistarans. Lærisveinn er sá sem að beygir sig fyrir meistaranum. Lærisveinn er sá, eins og til dæmis ég var að tala áðan, það eru dómarar sem eru ekki að dæma út frá eigin tilfinningu. Það eru þeir sem að fá reglurnar að ofan og framfylgja þeim. Það er lærisveinn. Og vinir, það sem að Jesús segir er ekki kynni fólk fyrir mér. Hjálpið þeim að fara með frelsisbænin og svo er allt búið. Það er bara ekki rétt. Jesús segir, farið út og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Og vinir, það þýðir að við þurfum að gefa eitthvað af okkar lífi til þess að sjá fólk eflast á göngunni með Guði. Það er enginn að fara að ala upp lærisvein sem að vill ekki vera í samskiptum við fólk. Við eigum sem sagt að vera í samskiptum við Guð og við eigum að vera í samskiptum við fólk. Þannig að ef við viljum búa til lærisveina, þá þurfum við fyrst að líta út eins og Jesú. Við þurfum ekki bara að vera heyrendur, við verðum að vera gjörendur orðsins. Það þýðir ekki bara að lifa einhverju lífi, við þurfum að vera intentional.
Við þurfum að lifa lífi sem blessað og gott. Við þurfum að vera gerendur orðsins. Og þegar við förum út í þennan heim, hér er eining. Þegar ég tala Jesú, þá fæ ég já og amen frá ykkur. En þegar við förum út í heiminn, þá stundum aðeins annað viðbragð. Við þurfum að þola það, vinir. Við þurfum að rísa upp fyrir sannleikanum og við þurfum að segja hver við erum. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, við eigum að líkjast Drottni. Þegar við förum í vinnun okkar, ef að þú smiður, þá þurfa aðri smiðir nálægt þér að vita að þú líkist Jesú. Þegar við förum í skólan, þá er fólk að geta séð Jesú í þér. Þegar við erum inn á heimilum okkar, þá er líf mitt sem móðir að endurspegla Jesú. Þegar við eigum fyrirtæki, þá þurfum að koma fram við starfsmennin okkar eins og Jesús myndi koma fram við starfsfólki sitt. Í öllu því sem við gerum, þá viljum við að Jesús sé útgangspunkturinn. Og þegar við erum farin að lifa þannig lífi, trúiði mér, við munum sjá vakningu. En við erum í heimi þar sem að fólk segir bara, herðu, stundum er ég frelsar og stundum ekki. Það er ekki til sem heitir að vera undercover kristinn. Því miður. Við erum öll opinberi starfsmenn frelsar okkar. Við erum ekki undercover. Það eiga allir að vita hverjum við tilheyrum. Má ég heyra amen? Höldum áfram að lesa. Þannig að þetta brjóti ekki gleruga mín. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Svo segir hann, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim halda allt sem ég hef boðið yður. Sjá ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Og þetta orð vald sem er notað þarna, venjulega þegar við erum að tala um kraft eða vald í ritningunum, og þá er notað þetta grísk orð dunamis. Bandarísk orðið dynamite kemur frá því orði. Þetta er ekki dunamis. Dunamis kraftur er kraftur sem að Guð gefur í gegnum heilagan anda. Og alveg eins og Gunnar sagði hérna rétt fyrir predikunina, þá hefur hann gefið okkur kraft til að stíga inn á ný landsvæði. Hann hefur gefið þér kraft til að lifa heilugu og guðræknu lífi. Það er alveg rétt. Kraftur heilags anda býr innan með þér. Upprisu kraftur Drottins býr innan með þér. En þetta er annars konar kraftur. Þessi kraftur heitir exousia, sem þýðir vald sem er búið að dreifa. Og vinir, þegar við göngum þessa göngu í þessari veröld, að þá þurfum við átt okkur á því að allt vald er Drottni gefið. Og þegar við tilheyrum Drottni, þá býr hann innan með okkur. Það þýðir það að þegar við stöndum með sannleikunum, þá mun sannleikurinn standa með okkur. Það þýðir að þegar þú stendur fyrir réttlæti, þegar þú stendur fyrir Drottins orð, þá mun Drottinn standa með þér. Það þýðir líka það að Guð mun opna dyr víðar og verkmiklar fyrir þig. Það þýðir það að Guð mun loka öðrum dyrum sem þú átt ekki að ganga innum. Það þýðir það að Guð er með þér í för. Þannig að valdið sem að Guð er gefið, sem að Jesú er gefið af föður sínum, er gefið okkur. Og hann segir, farið út með þetta vald sem að ég hef gefið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Og vinir, það sem að við þurfum að átta okkur á, að þetta er ekki svona eitthvað háfleygt orð sem að við erum að lesa í dag og við segjum bara já og amen. Þetta þýðir fyrir okkur að á morgun, þá þarf ég að fara að segja fólki frá. Ég þarf að fara að hugsa, hvern get ég krækt í og gert að lærisveini Drottins? Hvern get ég fylgt eftir og sýnt kærleika Guðs í verki? Og vinir, hvernig gerum við það? Með því að vera andum fólk.
Og vinir, við lifum í veröld eins og ég talaði áðan. Maður sér hryllinginn þegar fólk að tjá sig morð á manni. Biblían talar á síðustu tímum þá mun kærleikurinn kólna. Og það sem við þurfum að gera, vinir, við þurfum að glæða elda kærleikans í hjarta okkar. Því ef við höfum ekki kærleika til sannleikans og kærleika til náungans, þá þetta fyrir lítið. Við þurfum að elska náungan eins og okkur sjálf. Við þurfum að teygja okkur til þeirra sem að þurfa þess með. Við þurfum að blessa fólk. Við þurfum að vera í lífi fólks. Halleluja. Má ég heyra með? Það það sem við þurfum að gera. Halleluja. En hann hefur allavega gefið okkur þetta vald. Halleluja. Alveg eins og embættismaður inn á vellinum, þá hefur Guð gefið okkur vald. Og vinir, það sem ég vil segja hér í dag að við erum ekki í vinsældarkosningum. Við nefnilega viljum öll vera vinsæl. En ég tók ákvörðun fyrir 2 dögum síðan, ég ætla að hætta að vera í vinsældakosningum. Ég ætla að standa með sannleikanum. Takk fyrir Guðmundur. Halleluja. Vinir, vinsældakosning skiptir bara engu máli. Ég stend nefnilega frammi fyrir Guð í eilíðinni og ég þarf að gera reikningsskil. Og vinir, ef ég segi ekki sannleikan í þessu lífi, í þessu púlti, þá það ekki gott. Og Guð mun hafa athugasemdir við það. Ég ber ábyrgð í þessu púlti. Það bara þannig. Og við þurfum að átta okkur á því að tíminn færist nær. Kærleikurinn að kólna. Og vinir, Guð hefur gefið okkur allan kærleikan í syni hans sem að býr í hjarta okkar. Nú þurfum við að fara að efla kærleikan í hjartan okkar og fara að gera vilja Guðs eins og við höfum aldrei síðan gert. Bara aldrei gert áður. Má ég heyra með hann? Þannig orðið á að endurnýja hugsun okkar. Guð vill að við látum á sumum hlutum og við þurfum að gera aðra. Jesú vill lærisveina. Lærisveinar eiga í rauninni að vera hauslausir. Má. Þetta nú kannski ekki rétt orðið. Þeir eiga að hafa annað hugarfar. Þeir eiga að hafa annað hugarfar. Þeir mega hafa haus. Takk, Jesús. Þeir eiga að hafa annað hugarfar. Og vinir, þegar við tilhörum Jesú, og þá höfum við annað hugarfar. Og ef við höfum ekki annað hugarfar, vitið hvað við gerum? Við förum í reikningarnar. Og það sem að gerist að það endurnýjast hugsun okkar. Og Biblían kennir í Rómverjabréfinu 12. kafla, ég brýni þau bræður og systur að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknarlegri fórn. Það sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Að við fáum að reyna hver vilji hans hið góða, fagra og fullkomna. Og vinir, þegar við hættum að hafa okkur eftir öld þessari, þegar við leiðum Guði og það sem að Guð vill gefa okkur að hafa áhrif á líf okkar, þá breytist hugsun okkar. Langanir okkar breytast. Forgangsröðunin breytist. Það svo margt sem að breytist. Halleluja. Og eitt annað með þessari líkingu varandi dómarana. Guð hefur gefið okkur rétt eins og með dómarana, hann hefur gefið þeim aðgang inn á völlin. Og vinir, aðgangurinn bursið frá því hvort að liðin líki við þau eða ekki. Aðgangurinn að ofan. Og vinir, þegar við göngum í þessu lífi þá þurfum við að átta okkur á því að Guð hefur gefið okkur aðgang. Guð hefur gefið, hann hefur opnað dyr. Og það sem hann þráir að við lifum nú fyrir trú. Ekki í okkar eigin verkum eða hugmyndafræði, heldur í trú á Jesú Krist. Og þegar við lifum í trú, að þá fara allir hlutir að breytast og við þurfum að fara að stíga út á vatni meira. Og vinir, þegar við lærum að stíga út á vatnið og fara inn kannski í herbúðir óvinarins og allt í einu fer þú að blása í flautun og segja, herðu, stopp.
eins og ég gerði bara fyrir 2 dögum síðan, að þá mun fólk jafnvel henda einhverju skítkasti á þig. Ég veit ekki hversu margir sem ætla að standa fyrir sannleikann, það kemur eitthvað komment og allt í einu ert þú rifin niður. Þá þurfum við að hafa manndóm til þess að rísa upp aftur. Og við þurfum að svara út frá orðinu. Vinir, við þurfum að svara út frá orðinu. Má ég heyra amen? Halleluja. Og við megum ekki bakka burt frá átökum sem að Guð hefur jafnvel sett okkur í, og þá meina ég ekki að við séum með ykkur átökum við fólk, heldur að við stöndum með sannleikunum og við bökkum ekki. Má ég heyra amen? Og vinir, ef við gerum það, ef við stöndum í Jesú, við stöndum fyrir því sem að rétt er, þá mun Guð standa með þér. Hann mun veita þér velvild og framgang og þú mun sjá hvernig bara velvild hans hvílir yfir lífið þínu. Halleluja. Hann bara loka dyrum og hann opna dyr. Og Jesús sagði, geri læri sinna, hann gaf þeim kraft að fá ávinning að gera vilja sinn. Halleluja. Hérna stendur í Mattheus 10:32, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég kannast við fyrir föður mínum á himninum. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, mun ég afneita fyrir föður mínum á himninum. Jesús að leita að lærisveinum. Fólk sem tilbúið að tilbiðja hann í anda og sannleika. Ekki bara þegar sólin úti, heldur alltaf. Vinir, alltaf. Og þetta land þarf sárlega á því að halda að upprísi lærisveinar. Það þarf sárlega á því að halda. Það sem að grætur mína sál að þegar kirkjunamenn standa fyrir eitthvað allt annað en Jesú. Við þurfum að standa upp. Við þurfum að hætta að bíða eftir einhverjum út í heimi til þess að standa upp. Við þurfum að standa upp. Og vinir, nú ákall til okkur kirkjunar. Nú ákall. Spurningin þessi, ætlar að standa upp fyrir Jesú? Ætlar að standa upp fyrir honum opinberlega? Ætlar að standa upp fyrir honum þegar engin annar stendur? Svarið mitt já. Ég búin að taka ákvörðun fyrir löngu síðan. Ég og mitt hús, við munum þjóna drottni. Alveg sama hvað það kostar. Alveg sama hver kemur gegn, við munum þjóna drottni. Má ég heyra amen? Halleluja. En ákallið núna. Ákallið núna og spurningin þú ætlar að taka afstöðu með drottni. Og svo segir hann hérna í versunum, þannig að við lesum það aftur. Farið því og gjöru allar þjóðir að læra sem skýri þá í nafni Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Og þetta með skírnina ótrúlega mikilvægt. Það í rauninni endurspeglar það hvað Jesú gerir þegar hann tekur á móti okkur í fyrsta sinn. Það sem við gerum í skírninni, og skírn þýðir niðurdýfing. Það ekki skvett, eitthvað svona eins og gert víða annars staðar. Þegar þú skýrist það, þá ferðu undir vötnin. Það það sem að skírn þýðir. Og vinir, þegar við skýrumst, þá erum við í rauninni að grafa gamla mannin okkar. Og upprís nýr maður. Maður sem með nýtt DNA. Maður sem elskar drottinn og vil gera vilja hans. Maður sem tilbúinn að fara eftir frelsarinn okkar alveg sama hvað. Það maðurinn sem að rís upp. En vinir, þessi maður þarf að fá eitthvað að borða. Hann þarf að koma á samkomur, hann þarf upplyftingu inn í anda sinn. Hann þarf að lesa orðið á hverjum einasta degi. Hann þarf að vera í samfélagi við frelsara sinn. Vinir, ef við ætlum að verða lærisveinar, að þá þurfum við að leyfa honum að leiða okkur. Og vinir, hann þráir að leiða okkur.
Hann þráir að hjálpa okkur á göngunni. Hann þráir að veita þér allt það sem að hann hefur innan með sér. Við erum samerfingjar. Halleluja. Og þetta skírnin þýðir á ensku emerged. Það þýðir í rauninni að vera alveg ný manneskja, algjörlega. Og vinni, það sem að Guð er að leita, og ég sagði það áðan, það er fólk sem að þjónar honum í anda og sannleika, sem er ekki eitt í dag og annað á morgun. Að við stöndum með sannleikanum, að við stöndum með Kristi, að við séum algjörlega grafin okkar gamla manni og við lifum Kristi. Það er það sem að Biblían kennir. Og vinni, til þess að gera það, að þá þurfum að leyfa Guði að eiga við líf okkar. Á morgun, þá myndu fara í gegnum kringumstæður. Þú mynd fara kannski í gegnum einhverja erfiða kringumstæður, ég veit það ekki. Sumir fara bara í gegnum góða kringumstæður. En það sem að Drottinn þráir að gera er að vera með þér í öllum kringumstæðum. Og það sem að þráir að gera er að þú lyftir upp nafn hans. Að þú talir við hann í kringumstæðunum. Og vinir, þegar við lærum að lyfta upp nafn hans og eiga samfélag við hann, hvort sem er með bæn eða lofgjörð, að þá þurfa að líkjast honum meira og meira. Og vinir, til þess að líkjast drottni þá þurfa að vera nálægt honum. Þannig að leyfum Guði að vera hlut af líf okkar, frá morgni til kvölds. Og vitið, það er svo gott að byrja morgunum með því að þakka Guði fyrir blessanir hans. Og ég veit ekki með ykkur, en ég er ótrúlega blessuð. Aller maðurinn minn, bara það er mikil blessun. Ég á 2 yndisleg börn. Ég bý í alveg stórglæsilegu húsi. Ég á stórkostlega systur. Halleluja. Og vinir, þegar við förum að lifa eins og Drottinn vill að við lifum, þá allt í einu fara hlutirnir að breytast. Og allt í einu förum við að sjá hlutina eins og Guð sér hlutina. Og þegar við erum í lofgjörð frammi fyrir honum, þá opnast fyrir okkur nýjar víddir. Og vinir, þegar Guð er með í för, þá hættum við að finna þennan mikla ótta. Við hættum að leyfa því sem er hérna fyrir utan, að stjórna því sem er fyrir innan. Og það sem að ég tók eftir núna bara á síðustu daga, ég upplifði ótta, ég upplifði hræðslu, ég upplifði alls konar svona skringilega tilfinningar. En þegar ég slökkt á símanum og ég fór bara að lyfta upp nafni Jesú. Ég sett á einhverja blessaða lofgjörð eins og til dæmis þetta lag sem við tókum áðan, Holy. Þegar við bara lyftum upp nafni Jesú og við þurfum að einbeita okkur að Jesú, þá sjáum við ekkert nema Jesú. Og þegar við þurfum að einbeita okkur að Jesú, þá kemur þessi friður sem er aðri öllum kringumstæðum vinir. Og friðurinn sem að Drottinn gefur er stórkostlegu friður. Ekki eins og heimurinn gefur, heldur stórkostlegu friður. Rísum á fætur.